Já, þetta var bara stórkostlegt þing, en það sem var merkilegast var umræðan gervigreindina, því að gervigreindin kemur svo mikið inn á okkar hugverkaiðnað og nú erum við bara að spýta í lófana og taka frumkvæðið í þessu og bara koma okkur á þann stað sem við eigum að vera og vera bara í fararbroddi því að við höfum orkun í þetta. Heimskortið hér upp á skjá sýnir skiptingu landa í tengslum við útflutningstakmarkanir Bandaríkjanna á háþróaðri gervigreindatækni. Grænu löndin fá ótakmarkaðan aðgang að tækninni. Rauðu eru algjörlega útilokuð frá aðgangi að þessari mikilvægu nútímatækni. Appelsínugulu munu sæta miklum og víðtækum takmörkunum. Og hvar stendur Ísland? Eins og við sjáum hér á kortinu þá er Ísland blátt og er þarna í hópi meðal annars með Afríkulöndum, Austur-Evrópu og ýmsum ríkjum Suður-Ameríku. Það sem kom mér á óvart var þessi vandamál sem eru greinilega að koma upp með gervigreindina, því að iðnaðurinn sem ég er núna að fara að vinna í mun þurfa að reiða sig mjög mikið á þessa gervigreind. Þannig að það er smá ógefni ef við erum ekki að fara að fylgja með öðrum þjóðum og vera framarlega í þessari tækni. Þetta kort í rauninni þessi geopólitík gervigreindar. Bandaríkin eru búin að ákveða að gervigreind sem er tækni sem er í gífurlega örri þróun sé þjóðaröryggismál og þeir vilja stýra því hverjir fá aðgang að þeirri tækni sem er frá þeirra ríki sem er svo öflugasta í heiminum með þessar myndir og við erum bara að sjá útflutningstakmarkanir eins og frá tímum kalda stríðsins nema þá var það á kjarnorku og kafbáta en núna er það á örflugur. Í grunninn snýst þessi mynd og gervigreindar kapphlaupið bara reiknigetu. Tilgangurinn með þessum takmörkunum Bandaríkjanna er að tryggja sigur í gervigreindarkapphlaupinu. Gervigreindarkapphlaupið er eitt mesta tæknikapphlaup allra tíma. Það er nátengt öryggis- og varnarhagsmunum og má segja að sé að ræða nútíma vopnakapphlaup. Ég vil bara hrósa samtökum iðnaðarins fyrir að setja þetta á dagskrá. Það gerist akkurat með því að sýna þetta fram á með þessum hætti og ég hugsa margir séu hugsi eftir það. Þetta gervigreindarmál, þetta er ekki tæknimál. Þetta er lífskjaramál, þetta er samkeppnishæfnismál, þetta er varnarmál, þetta snertir alla kima samfélagsins. Þannig að byrjum á því að ákveða það. Ísland ætti klárlega að geta gripið tækifærin þarna því við erum með öflug tækni- og hugverkafyrirtæki, við erum með velmennta vinnuafl og við erum með græna orku til dæmis fyrir gagnaver. En við vitum samt alveg að það vantar upp á skýra umgjörð og lagaramma og ekki síst vantar afgerandi stefnu stjórnvalda í gervigreindarmálum. Við vorum klárlega í dauðafæri að fá eitthvað af þessum verkefnum ef við hefðum gert ákveðna hluti fyrir 10 árum og það er svona vinsæl sögn hjá mér við ofmetum oft hvað við getum gert á 1 ári en vanmetum hvað við getum gert á 10 árum en núna erum við einfaldlega komin á þann stað að við þurfum að gera eitthvað á nokkrum mánuðum ef við ætlum ekki að koma okkur í verri stöðu en við erum nú þegar komin í með mögulega bara ákveðna athafnaleysi og áhugaleysi á þessum málum. Þetta er núnamál, þetta er ekki á morgun, þetta er akkurat núna. Stjórnvöld hér á landi þurfa að taka afstöðu og fylgja henni eftir ef við ætlum að vera hugmyndaland áfram. Ég held að iðnaður á Íslandi geti vaxið gríðarlega og sérstaklega hugverkaiðnaður en það er bara ef við erum tilbúin til þess að setja fókus og athygli á þennan iðnað og fjárfestingu og ekkert gerist það sjálfu sér. Þetta er náttúrulega ákvörðun og er í forgangsröðun en ég held að við höldum öll spilunum það verður gríðarleg tækifæri.